Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur innan næsta hálftíman og ég er með góðan gest hérna hjá mér, Jack Hrafnkell Danielsson sem er búsettur í Svíþjóð og við ætlum aðeins að spjalla við hann. Velkomin Jack. Já, sælvertu, takk fyrir það. Heyrðu, þú ert nú mörgum kunnur býst ég við. Þú hefur svona vakið töluverða athygli sem öryrki á Íslandi því þú hefur haft mjög mikið í frammi. Þú hefur haldið út í bloggi og ert að skrifa núna hvað í Kvennablaðið líka? Já, sko ég hef náttúrulega haldið mest út blogginu. Sko greinarnar sem er inn á Kvennablaðinu eru orðnar nokkuð gamlar. Já, ok. Já, það er síðan áður en það fór í pásuna. Já, og svo er ég búinn að vera, bara þetta ár er ég búinn að vera frekar latur við skrifin, sko. Ég kúplaði mér aðeins út. Ég hef skrifað nokkrar greinar bæði inn á vísi.is, bara inn á skoðun þar. Já. En ég hef voða lítið haft mig í frammi nema, bara svona kommentaði inn á Facebook eða við fréttir og jú, og eins og ég er. Hvað kemur til? Það er bara, það er svo margt sem maður hefur spilað inn í. Það eru bæði, maður er náttúrulega upp og niður í lífinu, svona eins og gengur og gerist og ég náttúrulega hef átt við dálítið andlega erfiðleika að stríða, þunglyndi og sem hefur fylgt mér bara frá barnæsku nánast. Og ég hef dálítið átt erfitt með það í vetur og svo náttúrulega eru fjárhagsáhyggjurnar alltaf. Og það skánaði náttúrulega ekki í þessum COVID-faraldri þegar íslenska krónan sungaði niður og það hjálpar náttúrulega ekki vegna þess að sænska krónan er gífurlega sterk vegna efnahagsástandsins í Svíþjóð því að Svíþjóð hefur farið allt aðra leið heldur en önnur lönd í þessu ástandi. Þá hefur sko efnahagurinn í Svíþjóð, hann hefur nokkuð haldið sér, dalað lítið miðað við önnur lönd. Þannig að þú finnur alveg greinilega fyrir því þegar krónan veikist? Já, við sem búum erlendis og sérstaklega þeir sem þurfa sem lifa í þeim, eða búa í þeim löndum þar sem evran er, þeir eru að fara langvest út úr þessu því að evran er búin að rjúka svoleiðis upp í verði gagnvart krónunni íslensku. Og það munar rosalega það sko hvort að sænska krónan kostar 12 íslenskar eða 13 íslenskar eða hvort hún kostar nærri 16 íslenskar. Það er fljótt að breytast sko og maður er fljótur að finna það hvort að maður fær 2 eða 3.000 kalli minna sko í sænskum krónum heldur en kannski í íslenskum. En á móti kemur að leigan hérna er mikið ódýrari. Þó að rafmagni sé að hann er stýrara, þá munar það ótrúlega, þótt ótrúlegt sé, munar það ekki mjög miklu. Segðu mig, hvað ertu búin að vera lengi úti? Það voru 3 ár núna í lok júní. Þannig að ég er búin að vera hérna í rétt 3 ár. Já. Og ertu í litlum bæ eða stórum eða hvar ertu? Sko ég er í mjög litlu samfélagi hérna sko. Já. Eins og ég segi, við búum hérna 100 km norður af Karlstað. Karlstað er 300.000 manna borg sem er við norðurenda Venneren sem er stærsta vatnið í Svíþjóð. Og það er kannski einfaldast að skýra þetta þannig að þú dregur línu milli Stokkólms og Osló og þá erum við rétt norðan við það. Og þetta er pínu lítill bær. Þessi bær hérna, þetta sé 1200 manna bær. En svo er náttúrulega bær með allri þjónustu hérna 20 km í burtu sko, eða 15-20 km í burtu sem við sækjum alla þjónustu. En þetta er bara lítið sveitaþorp hérna og mjög rólegt og svo rólegt að það má kalla þetta svefnbæ. Ég fór alltaf inn að velta því fyrir mig áður en ég þegar ég var að fara að hugsa að hringja í þig, að þá hugsaði þetta er örugglega svolítið sko ólíkt að því ég var að tala við Margréti sem býr í Danmörku núna á dögunum og hún er einmitt í svona litlum bæ
og ég fór að hugsa, sko, það er svo gjörólíkt, held ég, á þess að ég veit það. Ég hef svo sem ekki verið í litlum bæ, búið í litlum bæ í Skandinavíu, ég hef búið í Árósum sem barn, en ekkert meira en það. En ég fór að hugsa, það er svo ólíkt því að ætla að spara við þessu aurinn og flytja út á land á Íslandi og búa í einhverju pínulitlu þorpi kannski út á landi, með lægri húsalegu og eitthvað, heldur en í litlu þorpi á meginlandi Evrópu. Sko það alveg stór munur á því. Sko, þegar ég bjó í Danmörku á sínum tíma, þá bjó ég einmitt í svona litlum svefnbæ sem bjó eitthvað 300 manns, 300-400 manns. Já. En þá var ég náttúrulega líka í fullri vinnu og allt öðruvísi aðstæður á þeim tíma, sko. En sko, og þar var náttúrulega engin þjónusta, ekki neitt. Það var ein lítið bensinstöð, hún lokaði klukkan 8 á kvöldin. En plúsið við að búa í Danmörku það, þú getur skroppið út í sjoppu og keyptir bjór. Og þá var ég að meina sterkan bjór, sko. Já. En hérna getur þú veist, farið út í búð og keyptir bjór upp að styrkleika upp á 3,5%. En allt annað þarf að fara í áfengisverslun. En svo kemur náttúrulega líka á móti að búa í svona litlum svefnbæ eins og hérna með við Danmörku ekkert ósvipað. En upp á Íslandi, nei, þú veist, þú ert að koma verr út úr því upp á Íslandi. Það bara staðreynd. Já, og það verður náttúrulega svo oft mikið meiri einangrun á veturnar líka ef maður er í þannig litlum bæ að maður snjóar inni og þú veist, það getur verið svo margt. Já, ekki bara það. Sko, þú veist, það alveg hægt að snjóa inni hérna líka. Og það var líka hægt í Danmörku. Ég held að á þessum 3 árum sem ég var að vinna þar að ég held að það hafi gerst eitthvað 3 hvern vetur að ég komst ekki í vinnu vegna þess að það var allt lokað það. Hvað er það? Okay. Og það hefur komið fyrir hérna en við erum bara á miklu betri bíl hérna. Okay. Og snjórinn hérna, sko, þú veist, hann skefur ekki saman í steinsteypuköggla, sko. Þetta er bara púður. Já, einmitt. Og þetta var, sko, þessi skipti sem að hefur snjóað svona mikið hérna, sko, þá var þetta svona í mitt læri. Og ég settist bara inn í bíl, sett hann í gang og hreinsaði af honum. Og svo bara var tekin af spólvörnin og allt heila draslið og svo var bara staðið flatt. Hann bara gróf sig í gegnum það, sko, þótt það væri svona djúpt, sko, hann fann ekki fyrir því. Þú hefur verið samt, sko, á Íslandi hefur verið út á landsbyggðinni en á svona kannski stærri svæðum, er það ekki? Akranesi og Selfossi og eitthvað svona. Nei, ég var í Borgarnesi, bjó þar í 8 ár. Já, bjó í Borgarnesi í 8 ár. Ég náttúrulega fæddur og uppalinn út í sveit, sko, á bóndabæ. Og þannig að það mesta einangrun sem getur fundið það að vera út í sveit, sko, það sem nærri klukkutíma geisla í næstu þjónustu, sko. Og sérstaklega þenn tíma sem ég var að alast upp, þá var það náttúrulega kannski ekki hægt að komast frá bæ alveg dögum saman, sko. Það gátu liðið alveg upp í 2 vikur þess vegna að maður kæmist ekki neitt, sko. Bæði fyrir veðrum og ófærð og öðru, sko. En þetta náttúrulega allt orðið breytt í dag og bæði orðin öflugri tæki og ofta mokað og allt. Og svo bara veðurfarið allt öryggsorðið í dag líka. En sko að búa eins og í Borgarnesi, það var aldrei neitt vandamál, þú veist. Maður reyndi alltaf að vera með frekar öfluga bíla, sko, eins líka þegar ég bjó í Selfossi. Og þar öll þjónusta í næsta nágrenni. Ég, fyrir mína parta, hafði aldrei neitt að sækja til Reykjavíkur nema ég þyrfti að fara til sérfræðings eða í einhvað sérstakt, sko, og þá kannski til að heimsækja foreldra mína, en þú veist, ég forðaðist borgina alveg og ég forðast stórborgir. Mér finnst það leiðinlega, ég þoli ekki stressið, ég þoli ekki hraðan og þú veist, á Íslandi það 10 sinnum verra heldur en í nokkurri stórborg hérna í Evrópu, þeim borgum sem ég hef komið í og það eru nú allnokkrar. Finnst þér þá bara að vera stressið einhvern veginn eða hraðinn eða hvað er það? Bæði það hraðinn og stressið og síðan, sko, umferðar ómenningin á Íslandi. Ég ætla ekki að tala um Ísland sem umferðarmenningu, því að, sko, það auðveldara að keyra, sko, í umferðin í París á annan tíma heldur en nokkuð tíman í Reykjavík utan annan tíma. Það bara, þú veist, það bara svo
gjörólíkt, sko. Stórborgirnar, til dæmis eins og í Þýskalandi, Hamborg, Hannover, Berlín, þú veist, ég er búinn að keyra í þessum borgum og aldrei fundið fyrir vesen eða stress eða neinu, sko, því að, þú veist, maður var að koma þarna gjörókunnugur og reyna að keyra þetta í GPS-tæki, sko. Og ef maður leiði maður gaf stefnuljós og þá var bara hægt á og manni hleypt inn í, sko, ekkert vandamál. Ef maður leiði og setur stefnuljós til þess að fara yfir á hægri akrein á Íslandi, þá gefur bíllinn í við hliðina, sko, til þess að hleypa þér alls ekki, að því hann þarf að vera undan þér, sko. Þetta er íslenski hugsunarhátturinn. Bara, þú veist, ég hef ekki nokkra einustu löngun til þess að, sko, keyra upp á Íslandi og þegar ég flutti út hérna til Svíþjóðar, bara sem dæmi, sko, þá þurfti ég að keyra, ég fór á mótorhjólinu. Og það er nú eitt sem maður fær nú aldeilis að finna fyrir sem öryrki. Fordómarnir gagnvart manni, sko, þú veist, við skulum tala um það seinna. Við skulum tala um það seinna. Já, þú mátt náttúrulega ekki eiga mótorhjól, er það ekki? Alls ekki, sko, það er bara dauðasynd, sko, að eiga mótorhjól og hvað þá að keyra það, sko. Já. Þú veist, fólk gerir sér enga grein fyrir því að það er ekkert erfitt per se að keyra mótorhjól, þetta reynir ekkert að líkamann að keyra stórt götuhjól þannilega séð. Ef maður er búinn að aðlaga hjólið að sjálfum sér, sem að gera þær breytingar sem maður þarf að gera á hjólinu til þess að maður sitji þægilega, fari vel mann, að þá situr maður bara slakur og keyrir og þetta er ekkert mál. Þetta er meira að segja léttara heldur en að keyra marga bíla og fer betur með mann. En sko, fólk sem aldrei hefur sest upp á mótorhjól bara séð þau í fjarlægð, sko, þú veist, það skilur þetta ekki, það fattar þetta ekki og þá byrja sleggjudómandi, sko. Af því að fólk nennir ekki að nota það sem upp í toppstykkjunni á því. Akkúrat. Hugsar ekki og hlustar ekki á rök einu sinni, sko. Þetta er svo leiðilegt og að þurfa að díla við þetta. Að sko, þeir sem að hafa verið að hamra dálítið á mér á samfélagsmiðlum og kommenta, eða sem sagt, þú veist, við skulum bara segja það hreint út, vera drullaðið nú, að ég hef bara einfaldlega lokað á þá og blokkerað þá. Þannig að ég nenni þess ekki. Þetta tekur orku, þetta tekur tíma og þetta fólk er of heimst til þess að rökræða við það. Það er bara mjög einfalt. Og eins og ég hef sagt, ég nenni ekki heimskingjum og ég segi það hiklaust við fólk að ef það ætlar að halda áfram að dæla út vitleysu og sýna hvað það er vitlaust með því að tala alltaf já, þú öryrki, þú átt ekki að gera þetta, þú getur ekki gert þetta, þú ert að svindla á kerfinu, þú ert að svíkja út bætur og jari. Og maður útskýrir fyrir fólki, heyrðu, ég fer í 3 tíma á hjólinu út að njóta, ég kem heim og ligg í bælunni í 2 daga drepast úr verkjum eða veikindum. En þessi 3 tímar. Svo vill maður heldur ekkert alltaf vera að segja frá því slæma. Þú veist, maður vill geta bara talað það góða að maður sé að njóta einhvers og gera eitthvað skemmtilegt. Já, en við megum það ekki. Við erum öryrkjar. Já, þannig að við þurfum eitthvað, en það þarf alltaf að fylgja með, já, en sko, bara, já. Já, það er nefnilega þetta sem óþolandi. Já, og þess vegna hef ég bara þá reglu að þegar fólk fer að hamra svona á mér, þú veist, algjörlega jafnvel út úr samhengi, þó maður sé að tala eitthvað annað. Já, jafnvel. Þá kemur það með þetta, já, þú ert bara létingi, þú nennir ekki að vinna, þú ert bara að hanga á bótum og jari, samt getur þú keyrt á stóru mótorhjóli. Þú veist, þetta fólk, það er bara beint á blokklistan hjá mér, bara út með það. Ég nenni því ekki, því að svona fólk, það er kannski ljótt að segja það, en það er að gera sjálfum sér mestan óleik með því að haga sér svona, vegna þess að sko oft er þetta, og það er svo sorglegast við þetta, oft er þetta fólk sem að ég hef svolítið nefnilega verið að skoða þetta, oft er þetta fólk sem með þetta frá 400 upp í 650.000 útborgað á mánuði í tekjur. Og þetta fólk heldur í alvöru að öryrkjar hafi það svo rosalega gott. En af hverju heldur þetta fólk að öryrkjar hafi það svo gott? Ég fór að spá aðeins í þessu og skoða þetta og það er mjög einföld skýring á því.
þar að því að stjórnmálamenn, margir hverjir þingmenn og ráðherrar hafa haldið því fram í gegnum tíðina að öryrkjar og aldraðir séu bara með alveg þrjusugóðar tekjur. Og þeir eru að koma með alls konar skýringar, þú veist, sem að eiga ekki við nokkur okkar styðjast og við vitum það bæði og allir þeir sem að þú og þið hafi talað við í sambandi við þetta mál að ég get bara sagt þér það að öryrki sem að er á strípuðum bótum frá Tryggingastofnun og býr erlendis fær 220.000 krónur útborgað. Og svo halda stjórnmálamenn því fram, bæði þingmenn og ráðherrar, að þetta fólk sé að fá 300.000 á mánuði, sem er náttúrulega ekkert annað en hrein og klár lygi. Og það er lygi. Og það þýðir ekkert fyrir þá að reyna að þræta fyrir það, vegna þess að þegar fólk lýgur að mér, þá tek ég öllu með fyrirvara frá því eftir það. Og það er inn á Facebook, ég ákvað að taka saman ósannindi og lygar og óþverraskap Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra, þar í gegnum tíðina. Og þetta er síða inn á Facebook, hún heitir bara staðfest ósannindi Bjarna Benediktssonar. Það getur hver sem er skoðað það, því að ég meina, mér fannst bara að vera komin tími til að taka þetta saman. Ég meina, hann lýgur í ræðustól Alþingis. Hann lýgur í nánast hverju einasta viðtali. Ég meina, hann ælir út úr sér lygunum í viðtölum og því sem hann skrifar oft, þú veist. Vistu það, sumir myndu segja að ég væri svona absurd, eða svona, hvað bara að segja, heltekinn af manninum. Með Bjarna Ben á heilanum, ég held að, nei. Já, margir halda því fram, en málið er það að ég er ekkit frekar, heltekinn af honum heldur en mörgum öðrum stjórnmálumönnum. Ég bara er heltekinn af því að rétt skal vera rétt og satt skal vera satt. Mér finnst í rauninni líka bara... Mér finnst bara ótrúlegt að maðurinn skuli komast upp með það án þess að nokkuð segja neitt við því að hann skuli koma upp í ræðustól Alþingis aftur og aftur og aftur og ljúga beint framan í þjóðina. Ég skil það ekki. Nei, mér finnst líka bara stór alvarlegt að þingmenn bara yfir höfuð, af því maður sér þetta frá fleiri þingmennum líka þegar þeir verða að ræða okkar málefni, að þeir komi í pontu og þeir tala einhverjar upphæður og svoleiðis sem bara standast enga skoðun. Þeir eru bara með rangar upplýsingar, beinlínis. Og eru einhvern veginn að viðra þessum rangindum í pontu Alþingis á þess að einhvern veginn beðast svo ekki einu svona afsökunaráði eftir á þegar það er ekki framan í þá, Þannig að Nei, nákvæmlega, og það er nú frægt það er nú líka frægt þegar bæði Vigdís Hauksdóttir og Eygló Harðardóttir fyrrverandi félagsmálaráðherra, að þegar það er lugu því bara hreint og beint úr pontu Alþingis að öryrkjar væru að svíkja út alltaf 10 milljarða á ári út úr kerfinu. Já, einmitt. Og að Vigdís Hauksdóttir, þetta ómerkilega gerpi, bara sorry að ég nota þetta orðbragð, en þessi kona er bara óþveri á allan hátt. Og það er ekki nokkur einasta heil brú í höfðinu á þessari konu, á engan hátt. Að hún skildi ljúga þessu, hvað eftir annað upp í pontu Alþingis á sínum tíma, að það var meira heldur en ég gat þolað. Þegar þú segir eitthvað svona fólk, þurfum við að pípa þig, setja svona píp þegar þú segir að einhver sé óþarfi? Ég er bara veltaði fyrir mér hvort að... Nei, veistu, láttu það flakka, vegna þess að þetta eru mín orð, þetta er mín ábyrgð og þú veist, þetta er mín skoðun á þessari manneskju, bara... En það er með Eygló Harðardóttir að það var margspurt á sínum tíma yfirtali við hana, hvort hún ætlaði að biðjast afsökunar á orðum sínum þegar það var búið að sýna það og sanna að Ríkisendurskoðun á sínum tíma hefði tekið skoðanakönnun í Danmörku og þetta var skoðanakönnun hjá sveitarstjórnum það hvort að þeir eða starfsfólk sveitarstjórnar teldu að fólk væri að svíkja af kerfinu, Þeir tóku þetta sem
hvað heitir það, rannsókn. Þeir misskildu þetta svo rækilega, þeir héldu að þetta hefði verið rannsókn sem hefði verið gerð og þetta hefði verið niðurstöðurnar, að fólk hefði verið að svíkja undan skatti. Og þetta dreifðu þeir á alla þing. Já, svík út bæturnar, og þetta er það sem að Eygló og Vigdís gripu á lofti og slengdu framan í okkur að við værum ekkert annað en helvítis þjófar. Já, og í framhaldinu af þessu setja þeir upp hnappinn á Tryggingastofnun. Nákvæmlega, og síðan er farið að skoða þetta, Tryggingastofnun fyrir að skoða þetta með öryrkjabandalaginu og þá kemur í ljós, það var einn öryrki sem fyrir mistök hafði svikið út bætur eða ekki svikið þær einu sinni út. En hvað gerist líka þegar ef fólk svíkur út bætur eða ekki kannski svíkur út bætur heldur gefur ekki réttar upplýsingar, þannig að það fær ofgreitt. Jú, það fær bara rukkun og láti borga tilbaka með vöxtum. Og þegar þetta var komið í ljós, þá var það allavega Eygló spurði að því hvort að það væri ekki rétt að biðjast afsökunar á því að hafa þjóðkennt þarna 30.000 manns. Nei, henni fannst það nú ekki, hún hummaði og hafiði og hún hafði ekki einu sinni manndóm í sér. Hún hafði ekki manndóm í sér til þess að biðjast afsökunar á að hafa þjóðkennt fólk. Nei. Hún reyndi að snúa sig út úr því hvað þetta er annað. Og þetta, svona stjórnmálamenn, eða bara svona fólk á ekkert að vera í stjórnmál. Nei, það er alveg málið. Ég held að líka, það er eins og fólk gerir sig ekki grein fyrir því, eða þessi þingmenn sem að leyfa sér að tala svona, að þeir gerir sig ekki grein fyrir því hvað þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á bara stöðu okkar sem að þurfum að lifa á örorku, að hvernig samfélagið byrjar að horfa á okkur og eykst einhvern veginn, ég meina við vorum að díla fyrir við náttúrulega fordóma og þarna hefur verið að bara svona gefa í rauninni. Já, og bara ekki bara gefa í vegna þess að það er náttúrulega ítrekka verið að ljúga upp á okkur líka. Upp á okkur, já. Mér finnst, vistu það að ef það er einhver þingmaður sem ég ber alveg ofboðslega virðingu fyrir í dag, þá er það Guðmundur Ingi Kristinsson. Það sem að maðurinn er að gera þegar hann kemur í pontu og benda á hvernig hlutirnir eru. Að þú veist, þetta er allt hárrétt hjá honum. Og hann er bara að taka staðreyndir og segja frá hlutunum eins og þeir eru. Og þú veist, maðurinn er búinn að gera alveg ótrúlegustu hluti, og þetta er maður sem að ég myndi vilja að er þið áfram á þingi. Þið verður bara fyrirgefa mér en því miður, ég held að Inga Sæland sé hreinlega að rústa flokki fólksins innanfrá. Vegna þess að mér finnst hún ekki koma heiðarlega fram. Og því miður að ef einhver segir eitthvað sem henni ekki líkar eða hún mótmælir, þá er hún búin að henda þeim og loka á samfélagsmiðlum. Og það þarf ekki eins og mikið til, þú þarf bara að vera ósammála, punktur. Og þeir hafa sagt, það hafi sagt mér fólk sem hefur reynt að starfa með henni, nú segi ég reynt, vegna þess að ef að fólk situr ekki og stendur bara nákvæmlega eins og hún skipar, þá er því bara hent út á það bara út af sakramentinu. Og þetta svona stjórnmálafólk getur við ekki haft. Nei, það er kannski ekki bent lýðræðislega vinnubrögð þarna innanborðs. Alls ekki því miður, en við eigum þarna gífurlega öflugan talsmann sem er Guðmundur Ingi. Hann er náttúrulega sjálfur öryrki og þekkir það hvernig er að lifa á þessum lúsa bótum, Svo er náttúrulega allir hamrandi á okkur reynir ekki að fá því hlutastarf eða eitthvað, vegna, þú veist, ef fólk reynir að vinna, þá er því bara refs á þetta. Og þetta er náttúrulega búið að koma hvað þetta er annað fram, 2012 fór ég að vinna, fór að gera strætó á milli Selfoss og Víkur. Ég borgaði 30.000 með mér þá á ári. Ekki nóg með það að maður var náttúrulega sviptur bótunum og lífeyrissjóðnum. Þannig lagði séð, og þegar upp var staðið, þá bara var sá kostnaður sem að ég þurfti, eða, hvað maður að segja, maður var náttúrulega með grunnbæturnar, maður var með launin og þetta tvennt náði ekki, það vantaði 30.000 upp á að það næði upp í það sem maður var með bæturnar og lífeyrissjóðin. Já, þetta einmitt, við vorum að ræða þetta í gær einmitt, á föstudaginn, gær,
já, vorum að ræða þetta að það eins og maður þurfi sko að borga sig inn á vinnumarkaðinn, bara að koma með þennan punkt sko. Já, það alveg satt. Þetta það sem maður þarf að gera og sem náttúrulega bara fáránlegt að maður þurfi að borga sig inn á vinnumarkaðinn og ekki bara nóg með það heldur líka sko. Ef þú þénar meira einn mánuðin og minna það næsta, að þessi mánuði sem þú þénar meira þér náttúrulega refsa fyrir það, svo kemur öll summan í bakið það. Alls ekki, sko, þú veist aldrei hvað þú færð. En svo náttúrulega fyrir okkur sem að fáum úr lífeyrissjóðunum, sko, að við horfum upp á það í hverjum einasta mánuði að það stolið af okkur nánast öllum lífeyrissjóðunum. Því að, sko, þegar lífeyrissjóðunum voru stofnaðar á sínum tíma, almannatryggingakerfið var stofnað fyrst, og lífeyrissjóðunum komu seinna og þegar lífeyrissjóðunum voru stofnaðir, þá var það samkomulag sem til skjalfest. Það var gert samkomulag milli stjórnvalda, eða milli ríkisstjórnin og þingmenn og þingheimur allur og þjóðin gerðu það bara samkomulag að almannatryggingakerfið myndi alltaf grípa fólk fyrst. Og ef að fólk ætti inn í lífeyrissjóð, þá stæði það utan þannig að það yrðu bara aukalega fyrir fólk sem hefði verið á vinnumarkaði að fá það ofan á bætur almannatrygginga. Og það að skerða almannatryggingarnar með því að taka lífeyrissjóðsbæturnar, það ekkert verið annað að gera heldur en að færa lífeyriseign þeirra sem hafa verið á vinnumarkaði yfir til ríkisins. Ríkið í raun að stela þessum sparnaði fólks. Það ekkert öðruvísi. Alveg sama hvað fólk reynir að segja þetta, þetta þjófnaður og þetta búið að viðgangast það lengi að þetta verður aldrei afsakað. Og í raun rétti, ég að maður að reyna að fylgjast með hvernig þessum málum háttað, nú er Öryrkjabandalagið að fara í komið í málaferli við ríkið út af þessu skerðingunum. Og það verður svolítið spennandi að sjá hvernig það fer því að ef þetta þarf að fara alla leið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, þá er spurning hvað gerist í framhaldinu því að maður búinn að horfa upp á það að það bara eins og Tryggingastofnun sé eitthvað ríki í ríkinu sem að fer ekkert eftir dómum. Samanber í sambandi við tekjuskerðingar þeirra sem hafa búið í útlöndum. Já, nú féll dómur í því máli núna daginn. Já, og þeir hafa bara, Tryggingastofnun hefur ekkert brugðist við því og það er bara sá einstaklingur sem að fór í málið sem að fær sínar bætur og leiðrétt en aðrir fá ekki neitt. Þurfa þá allir að fara í mál við ríkið út af þessu eða Tryggingastofnun. Það er spurning sko. Maður spyr sig bara hvert stjórnkerfið komið. Algjörlega. En já, þetta er alveg með ólíkindum sko. Það er eins og Tryggingastofnun sé og líka svo þetta svona stjórnskipuð til 5 ára í senn, náttúrulega pólitískt skipuð þar af leiðandi hlýtur að vera. Velta maður fyrir sér. Ég allavega fór að velta fyrir mér, ég fór að lesa sko hvernig. Já, stjórn Tryggingastofnunar er skipuð af ráðherrum. Já. Og ótrúlega mikið frelsi líka ótrúlega mikið frelsi sem að ráðherra hefur til þess að breyta svona einhverjum reglugerðum og skilyrðum með mat og örorku. Ég fór að spá í því líka daginn sko. Já, það er nú líka eitt sko. Maður veit aldrei hvar maður hefur hvorki ráðherrann eða ráðuneytið eða Tryggingastofnun sjálfa sko, því að þú getur hringt 3 í Tryggingastofnun og fengið 3 mismunandi svör sko. Það er bara eitt dæmið af mörgum og svo þetta sko, þeir sem eru konum með varanlega örorku, þú veist, ef einhver missir handlegg eða fótlegg eða whatever, hann þarf að koma í endurmat á 5 ára fresti. Veitu hvað halda þessir asnar að fólki sé eins og eðlurnar sem að limitin vaksa á aftur? Já, sko, ekki fíp sko. Eins og ég sé þetta, þá finnst mér eins og þeir hafi farið bara starfa samkvæmt sko starfsgetumatsplaninu í Skandinavíu. Já, sem að er hryllingur.
Já, og þeir eru einhvern veginn farnir að gera þetta núna með því að gefa bara út örorku hjá ungu fólki til yngra fólki bara 2 ár í senn. Já. Þannig að fólk og það finnst mér vera alveg rosalega, bara stór alvarlegt líka upp á að þegar fólk að reyna að þreifa sig áfram og komast út á vinnumarkaðinn, að þá alltaf þessi afkomi kvíði líka, ef ég fer að vinna smá, ef ég fer í skóla, missi ég bæturnar, skilurðu. Þannig að þú veist, þá ég að fara í mat eftir ár og missi þá bæturnar kannski og verð svo kannski ekkert orðin góður eða góð og veist, þannig að þetta rosa svona, þetta svo mikið óöryggi sem felst í þessu. Já, og ekki bara hjá ungu fólki, þetta náttúrulega, sko, þetta ekkert auðveldara hjá okkur sem erum komin og yfir miðjan aldur. Nei, sko, en við náttúrulega, okkar eru með kannski örorku til lengri tíma, ég veit ekki, ég er sjálf með örorku til 2036. Já, ok. Þannig að ég þarf einhvern veginn ekki að hafa einhverjar áhyggjur af svona hlutum, sko. Já, ég veit ekki hvað matið hjá mér er langt núna, sko. Ég held að það sé bara til 5 ára, en sko lífeyrissjóðarnir gáfu mér út í fyrra, þá gaf lífeyrissjóðurinn minn það út að ég þyrfti bara ekkert að vera neitt að endurnýja örorkuna hjá þeim framar vegna þess að þetta væri bara staðfest að þetta væri varanlegt. Punktur. Ekki vesen. En Tryggingastofnun, eins og ég sagði áðan, sko, þetta er einhvern veginn hugsunin hjá þeim, sko, þó að sé fótalaus maður og þá þarf hann að koma á 5 ára fresti því að það er eins og þeir haldið þetta að fólk sé eins og eðlurnar þar sem að lífmyndin vaxa á aftur. Þetta er kjánalegt. Það bara að endurskoða þetta. En starfsgetumatið er náttúrulega alveg sér á parti því að maður er að horfa upp á þetta, sko. Ég er að fylgjast með hlutunum í Noregi, í Svíþjóð og í Danmörk með starfsgetumatið. Ég er inn á þó nokkuð mörgum hópum. Facebookarhópum og það er bara ótrúlegt að sjá hvernig framkoman við fólk er í kringum þetta starfsgetumat. Þú veist, maður stundum bara á ekki eitt einasta orð, sko. Þú veist, hvað þetta er óforskammað vegna þess að þannig eru fulltrúar, sko, yfirleitt er þetta fulltrúar hjá kommununum sem eiga síðasta orðið, sko, hvort að viðkomandi eigi rétt á örorku. Og við erum að tala fólk sem er jafnvel í hjólastól og sko fulltrúarnir, þeir skoði ekki einu sinni skýrslurnar, þeir lesi ekki læknaskýrslur eða sérfræðiskýrslur og tala ekki einu sinni við fólkið. Það er bara að sjá þarna manneskja, ok, hún er svona, tökum hana og sendum hana í praktík, sem sagt í starfsþjálfun. Og hún er lömuð í hjólastól og hún á að fara í praktík að sinna öldruðum inn á elliheimili. Come on, hvað er að fólki sem að starfar svona? Þetta er bara dýrara fyrir kerfið þegar upp er staðið. Þetta er bara dýrara fyrir stjórnvöld og fyrir skattgreiðendur þegar upp er staðið þegar vinnubrögðin eru svona. Og þetta er það sem að íslensk stjórnvöld og runga sér alveg fullu yfir núna, sko, að koma þessu á Íslandi. Ótti minn dýri, hvernig heldur þetta verði fyrir fólk að sko þurfa að undirgangast þetta. Þetta er hryllingur. Ég vona, eða svona, manni hefur sýnst að þeir eru allavega hættir að tala þetta í bili, sko, stjórnvöld. Og þó þeir þá fyrst er það orðið hættulegt. Já, það er alveg málið. Þá er það orðið hættulegt. Það er verið, sko, það sem ég er svolítið hrædd um, því svo sér maður líka hvernig þeir eru farnir að vinna varðandi það að gefa út örorkuna, segja fólki jafnvel í símann að enginn undir 30 ára fái örorku, það er alveg bara bara á starfsgetumatið í Danmörku til dæmis, þar sem að enginn undir 40 fær örorku, varanlega örorku, sko, þó að hún sé fótalaus, eins og þú segir. Þannig að Já, og þetta er nefnilega vandamálið og þetta er nefnilega, sko, þú veist, sko, yfirleitt hefur maður nú tekið eftir því að sko, hérna í Skandinavíu að fólk reynir svona að vanda sig, sérstaklega opinberir aðilar, reyna svona aðeins að vanda sig. En sko, þegar ég bjó í Danmörk á sínum tíma, þá var þetta náttúrulega að byrja og maður var að heyra alveg ótrúlegustu sögur, sko, í kringum starfsgetumatið sem var að byrja þar þá, sko, það var 2010, 11, cirka. En sko, miðað við hvernig íslensk stjórnvöld vinna oft á tíðum. Við sjáum þannig bara núna hvernig þeir eru að byrja í sambandi við seinni bylgjuna í COVID, sko. Að núna hlaupa þeir bara í hringi og bendir hver á annan. Og þetta er svolítið íslenski hátturinn að fara vel af stað eins og klúðraðir öllu. Og
þú veist, auðvitað eru þeir byrjaðir að vinna starfsgetumatið upp á Íslandi. Þú veist, leið og þeir byrja hætta að tala hlutina, þá eru þeir byrjaðir að framkvæma. Og það það sem að gerast, þeir eru að læða þessu inn hægt og rólega og þeir eru að breyta reglugerðunum, þeir eru ráðherrar sem sagt, í reglugerðarbreytingum og annað og síðan koma lagabreytingan þar eftir á. Þá þetta að skella þessu á fullum krafti því að meðan við höfum meirihlutastjórn þá ræður þingið engu. Það bara kosið eftir flokkslínunni og ekki þar fyrir utan. Þá þetta það sem vandamálið í íslensku stjórnmálum að þingmenn fara ekki eftir sannfæringu sinni en kjósa samkvæmt flokkslínunni og fylgja henni. Í miður. Já. Heyrðu, en segðu mér aðeins aftur frá Svíþjóð. Hvernig búið að vera núna í COVID-inu fyrir öryrkja? Það hefur ekkert verið neini svona aðgerðapakkar eða hvað? Nú hafa Svíar brugðist allt öðruvísi við heldur en Íslendingar? Jú, og það svona, já, það bæði áhyggjuefni og samt ekki, sko. Þetta náttúrulega allt öðruvísi fyrir okkur sem búum svona einangrað. Að, þú veist, við höfum bara sinnt okkar og jú, við höfum náttúrulega ekki farið á neinn mannamóti eða, þú veist, við höfum svona lokað okkur aðeins meira af. En, sko, við höfum orðið voða lítið vör við þetta. Þetta náttúrulega ákveðnar reglur sem við þurfum að fara eftir, til dæmis verslanir setja upp 2 metra regluna og þeir eru með spritt og annað, sko. Heilsugæslustöðvarnar eru með gæslu þannig að þú ferð ekki þar inn nema þú eigi pantaðan tíma eða það þurfi að vera fræ viðtali eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, sko, ég þurfti að fara í skattverkefni núna í vikunni. Það skatturinn? Já, skatturinn hérna í Svíþjóð, sko. Og það, ef mann skikkaður bara til að stoppa fyrir utan, þar 2 metra reglan, þú veist, síðan maður bara tekin inn einn eftir því sem að þjónustufulltrúar eru lausir. Það ekkert eins og var að þú gast bara steðjað inn að afgreiðslu og síðan, núna þarftu bara að vera fyrir utan, ferð ekki inn í húsið nema þú sér kallaður inn. Og fólk almennt fylgir þessum reglum. Það alltaf, jú, auðvitað eru alltaf einhverjir sem að gera það ekki. Og þetta náttúrulega kannski svolítið erfitt þar sem að þröngt og eins og margar af þessum smá verslunum hérna það sem lítið pláss á milli ganga og annað, sko, þú veist að þá fólk svona í meira nági, en samt það búið að gera ráðstafanir til þess að fólk sé ekki hvað ofan í öðru. Þannig að ég myndi segja að það væri alveg ágætlega heppnað og auðvitað hafa Svíar gert mistök í þessu máli eins og allir aðrir. En samt svona maður hefur ekki orðið, þú veist, eins var við þetta eins og annars staðar og ekki svona, já, þetta kannski þú, ef þú værir inn í einhverju borginni, þá myndir þú kannski finna meira fyrir því eða hvað? Já, ef maður væri í þessum stærri borgum, sko, já, þú veist. Nú skreppum maður hérna eins og niður í Karlstað og svona og við höfum komið til Växjö og svona fleiri staði, en þú veist, mér sýnist fólk bara almennt vera bara skynsamt og passa sig og vera meðvitað hvað það að gera. Þannig að það held ég að sé svona það sem að stendur mest upp úr hérna, sko. Og lífið hefur svona gengið bara svona til þess að gera sér vanagang, en þú veist, ég hef ekki til dæmis farið í mótorhjólaklúbbana. Maður veifar bara sínum félögum þegar maður mætir þeim út á þjóðvegum. Ég forðast fjölmenni, ég forðast á staði þar sem að mikið að vera, en það eru mjög margir staðir sem hafa bara, þú veist, sleppt öllu samkomuhaldi eins og vinsælasta staðurinn hérna í nágrenninu.
Þetta gamall herragarður og það stór hlaða sem var innréttuð sem tónlistarhús og samkomusalur og svona. Ekkert af þeim viðburðum sem átt að vera í sumar, þeir felldu allt niður. Já, ok. Þannig að þetta kannski ekki alveg svona slæmt og maður hefur heyrt, sko. Nei, þetta... En dauðsföllin eru samt, sko, eða það svolítið svona há tala, er það ekki sérstaklega inn á elliheimilunum? Jú, það það og það kannski svona, það það sem að stjórnvöld hafa verið mest gagnrýnd fyrir. Já, en einmitt. Sko, þetta var náttúrulega í upphafi og Kannski búið að bregðast við eitthvað síðan þá, meira? Já, það er náttúrulega aðeins verið gert, sko. Það er náttúrulega betur hugsað sko varnir í þessum málum, en á móti kemur að við getum ekkert sagt hvort að þetta var rétta leiðin eða ranga leiðin fyrir en annaðhvort verður komið bóluefni við þessu eða þetta deyr út af sjálfu sér. Við vitum ekkert það, hvort þessi faraldur eða drepsótt eða hvað maður á að kalla þetta. Við getum ekkert sagt fyrir en að þetta gengið yfir. Hverjir stóðust best og hverjir komið verst út úr þessu. Því að var þetta rétt leið sem var farin á Íslandi? Eða var þetta rétt leið sem var farin hérna í Svíþjóð? Eða var þetta rétt leið sem var farin til dæmis eins og í Bandaríkjunum? Það er þetta að deilum þetta fram og tilbaka og ég get ekki tekið afstöðu vegna þess að þessi faraldur stendur ennþá yfir. Og það er engin lausn á honum eins og er. Nei. Mér langar líka bara að vekja athygli á, þú stofnaðir hérna síðuna Öryrkjar Íslands eða ekki núna nýlega? Nei, baráttuhópur, hvað heitir hann nú aftur? Baráttuhópur fyrir bættum kjörum öryrkja og eldri borgara. Já, baráttuhópur fyrir bættum kjörum, öryrkja og eldri borgara. Já, akkurat. Já, það styttist nefnilega í það að maður verði eldri borgari. Já, og þegar maður verður eldri borgari þá verður maður alheilbrigður og allir vegir færir en maður verður bara gamall. Ótrúlega skemmtilegt að fara að manni allir sjúkdómar. Já. Þannig að við bara höldum baráttuna áfram og ég fæ að heyri þér seinna. Alveg sjálfsagt. Fá þig einhvern tímann í þátt þar sem við verðum með svona meiri hringborðsumræður. Ég stil á það. Heyrðu, takk æðislega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Það er það sem best. Takk sömuleiðis. Og ég minni ykkur áhorfendur á síðun okkar Öryrkjaráðið á Facebook. Takk. Bless.